Þessa var stórt landsleikjaverkefni svona væntanlegt að komnir í það, svona hvernig leggst þið? Mjög vel. Þetta er skemmtilegasti glugginn, 2 heimaleikir í röð, það er ekki að færast neitt og við erum bara í Íslandi. Uppselt á báða leikina og ég held að þetta gæti eiginlega ekki orðið betra sko. 2 mikilvæga leikir líka. Uppselt á báða leikina, hlýtur að gefa bara liðinu mikið? 100%. Langt síðan senast, það var senast þegar Ronaldo mætti og þá er þetta alltaf uppselt. Og líka uppselt á Úkraínuleikin er alveg mikilvægt, þetta er stór leikur og fólk finnur alveg fyrir því. Og við finnum alveg fyrir því að bara áin í kringu liðið er orðið miklu meiri og það er náttúrulega geðvægt fyrir okkur. Og já, eins og segir, uppselt á báða leikina og við getum eiginlega bara ekki beðið eftir að spila. Þú nefnir áhugann í kringu liðinu, það er eitthvað svona ákveðin orka með liðinu, ekki satt? Jú. Svona finnur þið fyrir því? Klárlega. Ég held að sé bara að fólk sér að það er eitthvað í gangi. Við erum að prófa eitthvað og við erum að vera betri í sem við erum að æfa okkur í og sá sem segist á glugga bara líka móti Frökkum, við erum bara mjög óheppnir, bara nálægt í að fá stig og við finnum klárlega fyrir því og þannig á þetta að vera í kringum íslenska landslið. Það eru allir á Íslandi sem halda bara með okkur, þannig áhuginn á að vera mikill og bara loksins er það áraðin aftur svona áhugi, en það er líka undir okkur komið að spila vel. Svona við hugsaum aðeins Úkraínuleikinn á föstudag, svona hvernig býstu við Úkraínu? Ég býst við að þeir munu fyrstu 10-15 koma rólega inn í þetta, myndi ég halda, sjá hvernig við ætlum að spila. En þeir vita líka alveg að þetta er mikilvægur leikur, þannig við munum örugglega þrefa á hverju öðrum fyrst. En ég held að þetta veri góður fótboltaleikur, Laugardalsvöllur er orðinn virkilega góður, við ætlum að spila góðan fótbolta, en ég býst við hörkuleik. Og þetta Frakkarnir, við sýndum góða frammistöðu gegn Frökkum, síðasta glugga svona hlýtur að gefa auki búst? Já, 100% og verið mjög gaman að, eins og segir, að fá allar þessar stórstjörnur á Laugardalsvöll, það hefur verið gaman og voru nálægt í seinast, við eigum alveg harma að hefna, en ég held að þeir munu, ég veit ekki hvort þið vannmátt okkur senast, þeir munu 100% ekki gera það núna og við erum líka að vera klárir í það. Svona kuldinn kannski hendur að milla? Já, vonandi, það hefur verið betra að fá kannski heimaleikinn í nóvember, en ég held að þeir eru alveg vanir að spila í kulda okkur þarna og þeir munu örugglega reyna, ef þeir vinna okkur örugglega, þá munu örugglega vera búin að vinna riðilinn og þeir stefna örugglega á það, þannig ég býst líka á hörkuleik frá þar. Svona hvernig þarf bara landsliðið að koma þarna inn í þennan glugga til að ná markmiðinu sínu? Hvernig þurfum við að koma inn í gluggann? Inn í leikina kannski? Við þurfum allan á móti Úkraínu og þurfum að segja til sigurs. Við erum að heimavelli og mikill meðbyr með okkur og við þurfum bara að mæta krafti og stíga kannski smá hátt á þá. Við erum ekki hræddir við neina þjóðskeppni Laugardalsvöll og það er kannski orðið breytingin milli seinustu ára að við erum líklegir til að pressa á. Það kemur náttúrulega í ljós. En já, við erum klárlega meðbyr með okkur og við ætlum að nýta það. Þú sjálfur sjóðhættur í Noregi, svona það hlýtur að vera ánægjulegt? Já, sjálfsög, bara byrjunin er búin að vera geggjuð, skora í fyrsta leik og síðan er þetta bara búin að halda áfram. Vinna minn í lið sem var líka mikilvægt því að mjög mikil samkeppni í öllum stöðum í Brann, mjög marga góða leikmenn. Mikið að leikjum hjá okkur og spila í Evrópu, keppa að maður reyna að komast áfram í Evrópu og efstu sætin í deildinni, það er bara geðveikt og það segir bara búin að ganga mjög vel og vonandi heldur það áfram. Ég sá í morgun bara grein, það stóð kóngurinn í Evrópu þig, svona hvernig er að vera dáður í Bergen? Sko, fjölmiðlamennir í Bergen, þetta er himinn og bara helvíti. Þeir geta verið hrósamennir mikið og gagnrýnt mann mikið og nú er ég búinn að fá okkar neikni með Evrópusævar og það er bara mjög fínt og mjög gaman að skora í Evrópu og vonandi heldur líka bara áfram og gaman að vinna. Við erum búin að fá 4 stig og setja smá pressa á okkur að við getum klárlega að komast áfram og já, bara ganga vel og vonandi heldur áfram. Þetta er gaman undir Freysa og Eggert þarna með þér? Já, geggjað. Eggert er líka toppmaður, við erum búin að ná mjög vel saman og alltaf gott að vera með Íslending. Síðan þarf að þekki ég Freysa og Hartmann aðstæðarþjálfarann og geðveikt að vinna með þeim og þekki ég á vel, var með Lyngby og sumir segir spila best undir honum, þannig að það geta alveg passa. Takk.